Ok, við ætlum að skoða tvær aðferðir til að finna andhverfu fylkis. Þegar við erum með 2 og 2 fylki er ákveðin einföld formúla fyrir því, en skoðum hvað við getum gert þegar við erum með til dæmis 3 og 3 fylki. Ok, þessar aðferðir gilda fyrir 3 og 3, 4 og 4 og öll n sem n fylki. Ok, ég ætla að sýna ykkur bara dæmi. Fyrsta aðferðin, þá er okkur gefið hérna fylkið 1 mínus 1, 1, 0, 1 mínus 1, 0, 1, 2. Og við ætlum að finna andhverfu fylkisins. Það er markmiðið. Ok, það sem við gerum er að við setjum upp fylki, aukifylki, þar sem við erum með a og svo erum við með einingafylkið. Skulum gera svona strik á milli, n sem n einingafylkið. Svo ætlum við að framkvæma línuaðgerðir, einfalda línuaðgerðir eins og við höfum lært, þangað til að fylkið er komið á formið i og þá stendur eitthvað þessi hér hluti sem stóðið í og þá stendur eitthvað fylki hér og þetta fylki er nefnilega akkurat a-1. Ok, skulum sjá þetta á dæminu hérna fyrir ofan, á þessu hérna fylki fyrir ofan. Við setjum upp fylkið okkar a-i. Ok, við ætlum að koma að þessu hérna á ruddalínustöðlugerð, alveg þangað til við komum með einingafylki hérna vinstra megin. Þannig að við byrjum, leggjum línu 1 við línu 2. Lína 1 plus lína 2 í línu 2. Og sjáum hverju niðurstaðan verður á því. Við þurfum að gera það við alla línu 1 og línu 2. Þá lítur fylkið mitt svona út. Og við höldum áfram í þessu. Ég vil fá lína 1, mínus lína 1 pluss lína 3 til að fá 0 í þessu hérna stæki. Við framkvæmum þetta þess að lína 1 í mínus pluss lína 3 í línu 3. Þá erum við komið þetta fylki. Og við höldum áfram við viljum fá 0 í þessu hér. Til að fá það segjum við lína 2 pluss lína 3 í línu 3. Þá þurfum við næst að fá 1 í þetta hér stakk, þar að ég margfalda síðustu línu með 1/3. Og þá vinnum við okkur upp, við viljum fá 0 í þetta stakk, þannig að ég segi mínus lína 3 pluss lína 2 í línu 2. Sem sagt erum við komið með einingafylkið hérna og hér er þá a í mínus 1. Og við getum pröfað okkur af með að reikna a sem a í mínus 1 og a í mínus 1 sem a og síðan út kemur einingafylkið. Pröfum lausnina svo sett. Ok, önnur leið til að finna andhverfuna er að við notum svokallað einföld fylki. Skoða þá aðferð líka. Ok, einföld fylki eru fylki sem að framkoma eina einfalda línuaðgerð. Það eru þessar 3 línuaðgerðir. Leggja margfalda einni línu með aðra, margfalda eina línu með fasta eða skipta á 2 línum. Ok, við ætlum að kalla þessi einföldu fylki EI. Pröfum að skoða bara dæmi. Ok, við erum með fylkið A. Ok, einföldu fylkin okkar eiga núna að framkoma eina einfalda línuaðgerð á fylkinu A. Við ætlum að halda áfram þangað til við komin með einingafylkið. Fyrsta, ég ætla að hugsa þetta bara eins og þegar ég er að framkoma línuaðgerðnar. Ég ætla að hugsa hvaða aðferð þarf ég að gera. Nú, fyrsta sem ég myndi gera hér var að skipta á línu 1 og línu 2. Ok, þegar við erum að forma einföldu fylkin okkar, ég ætla að kalla þetta E1. Þá er að hugsa hvaða fylki er þannig að þegar ég margfaldaði við A, hvaða fylki hérna get ég margfaldað við A, þannig að útkomi akkurat fylkið 1, 0, 3, lína 2 efst, lína 1 í öðru sæti hérna, annar línu, og 4, mínus 3, 8 óbreytt hérna neðst. Nú, ef við ætlum ekki að breyta neinu, þá myndi ég byrja með einingafylkið. Það sé svona. Þetta gefur sérst ekki þetta hérna ennþá. Að því að þegar ég margfalda þennan hér með dálkonum, þá sjáum við alltaf efsta stakki er alltaf margfalda með 1. Ég er svona að tína út fyrstu línuna þarna. Aftur á móti því ég margfalda með þessu hér, þá er það stakk með 2 sem ég margfalda með 1. Þá er ég að tína út aðra línuna, svo að segja. Í staði fyrir að tína fyrst út fyrstu línuna, þá vil ég tína út aðra línuna. Þannig ég segi, ég skipti einfallega á línu 1 og 2 í fylkinu E. 0, 1, 0 fyrst og 1, 0, 0. Sér svona.
Þetta fylki þannig að það skiptir á línu 1 og 2 í fylkinu sem ég marka þetta við. Þannig að núna gildir þetta hérna sama sem merki. Nú, svo tökum við útgangspunkt í þessu fylki og hugsa hvað þarf ég að gera til að koma svo að línstöllagerð. Ég þarf að losna við hann hér. Ég vil fá 0 þarna. Þannig ég þarf að taka 4 sinnum línu 1 og margfalda við línu 3. Ok, skrifum þetta. Og það auðvitað að vera -4 sinnum línu 1, ekki 4 sinnum. Ok, við ætlum að breyta línu 3, við ætlum að nota línu 1. Tökum útgangspunkt í einingafylkinu, sem hérna ég að búa til fylki E2. Ég ætla að margfalda við 1 sinnum A í akkurat þessa röð. Þetta sem óþekkt, E1 sinnum A var ég búin að reikna út hérna fyrir ofan. Og ég ætla að segja, ok, ég ætla að taka útgangspunkt í einingafylkinu. Og svo ætla að hugsa, þegar að plokka út línu 4, þá er ég að nota þetta hérna. Þannig ég ætla að segja, það sem kemur í línu 4 hefur áhrif þarna. Ég ætla að segja, ef ég segi -4 sinnum akkurat í þetta sæti, þá er ég að segja, ég ætla að breyta einhverju í línu 3, ég ætla að nota til þess línu 1. Ég ætla að margfaldast það stakk sem ég margfalda hérna með, margfaldast á þessi hérna 3 stök. Þannig ég segi, akkurat þarna, set ég til hérna -4. Að því ég ætla að breyta einhver línu 3, þá er þetta í línu 3, ég ætla að nota línu 1, þá er þetta í dálki 1. Og ég reikna út af þessu, ég pröfa hvort þetta virki, og ég fæ 1,0,3, ég fæ 0,1,2 og ég fæ 0,-3,-4. Ok, þannig að galdurinn er að læra hérna að smíða þessi einföldu fylki. Það þau geri þær aðgerðir sem við viljum. Nú skulum pröfa aðra svona þar sem við leggjum eina línu við aðra. Margfalda við eina línu við aðra. Ég ætla að taka 3 sem línu 2 og leggja við línu 3 til að fá 0 þarna. Við ætlum að breyta einhverju línu 3. Þannig að við þurfum að setja inn eitthvað í þessa línu og ætlum að nota línu 2, þannig að ætlum að breyta stakinu akkurat þessu hérna staki. Þristur þarna og þá fáum við akkurat fylkið 1,0,3, 0,1,2 og 0,0,2, sér svona. Nú, þá komið að nýra aðgerð. Þetta var þess að 2 sinnum vorum við að leggja fasta margfalda einni línu við aðra. Nú ætlum við aftur á móti að margfalda, ef við ætlum að margfalda hérna neðsta stakið, neðstu lína mína með fasta. Hvernig gerum við það? Sett hálfur sinnum lína 3 í línu 3. Ég bara margfalda línu með fasta. Nú ef við margfaldum bara með einingafylkinu þá erum við að margfalda 1 við hverja línu en í staðin fyrir að fá 1 á hverja línu vil ég fá hálfa línu 3. Þannig ég set hálfan þarna í neðsta stakið. Og út úr þessu kemur 1,0,3, 0,1,2 breytist ekkert og svo 0,0,1. Og svo getum við nú okkur upp, þurfum við okkur upp þannig að verða einingafylki þannig að ég þarf að leggja við -2 sem línu 3 við línu 2 til að fá 0 þarna og svo þarf ég að leggja við -3 sem línu 3 við þessa línu 1 hérna til að fá þetta stakk. Og þetta eru þessar 2 aðgerðir, skulum skrifa þær hérna fyrir. Okay, þannig að þær eru komnar hérna, þessar 2 aðgerðir sem áttum eftir og segja að nú er afraksturinn að margfaldunum okkar orðin akkurat einingafylkið. Nú, aðvið að þetta hérna margfaldi E6, E5, E4, E3, E2, E1 sem A gefur mér einingafylkið. Það þýðir að margfaldi af þessum 6 fylkjum hérna sinnum A gefur mér akkurat einingafylkið. Það er að segja þetta margfaldi er akkurat A í -1. Þannig að til að finna A í -1 þá get ég einfaldlega reiknað, einfaldlega eru svolítið mörg hérna en útreikningarnir eru einfaldir. Ef ég margfalda þessu saman þá fæ ég andhverfuna, ég fæ -9 aðrir, 7 og -3 aðrir, ég fæ -2, 4 og -1 og ég fæ 3 aðrir, -2 og hálfur. Okay, nú er þetta svolítið mörg fylki, E-fylki en það var til að við getum náð að sjá allar mögulegar aðgerðir, allar tegundir aðgerðir.
Þannig þetta er önnur leið til að finna andhverfuna, finna andhverf fylki sem koma fylkinu okkar á línstallagerð við margföldun. Látum þessar tvær aðferðir duga.